Komið sæl og verið velkomin í þennan annan þátt af sögu verkalýðsbaráttunnar á Íslandi. Í fyrsta þætti fjölluðum við húsnæðismálin, en nú ætlum við að fjalla samningsréttinn og hvernig hann hefur breyst frá því karlarnir byrjuðu að mæta niður á kaja í upphafi síðustu aldar, en það hefur mikið vatn runnið til sjávar síðan þá, enda voru afar okkar og ömmur svo að segja réttlaus í byrjun síðustu aldar út á vinnumarkaðnum og fólk var auðmýkt, svo að segja, frá degi til dags. Lengst af öldum voru Íslendingar sveitafólk sem bjó ýmist á bæjum eða hjáleigum frá Annesjum og inn til Dala, jafnvel upp heiðar og öræfi og raunar allstaðar þar sem land var nógu gjöfult til að geta framfleytt fjölskyldum með þokkalegu móti. En þeir sem voru ekki svo heppnir að geta orðið húsbændur á jörð sinni fóru gjarnan á vergang, urðu ómagar og þurfalingar, margir hverjir, eða í besta falli vinnufólk á bæjum betra fólksins. En það þurfti náttúrulega að hafa einhverja skikkan á þessu liði öllu saman og þar kom vistarbandi til sögunar sem var við lýði langt fram eftir öldum hér á landi, allt fram undir 1900 og jafnvel lengur, en vistarbandið var í raun kvöð að allt jarðnæðislaust fólk skyldi vera í vinnumennsku. Að auki var það skilgreint á þann veg að ef karl og kona réðu ekki eigin búi, skyldu þau vera hjú á heimili bónda og eiga þar grið og var venjan sú að fólk réði sig í ársvist í senn. Og hér var ekki spurt réttlæti eða sanngirni, bóndi réð allri vinnu hjúa sinna og fékk af henni allan arð, hvort sem vinnan var unnin á heimili hans eða utan þess. Það var þá svo að hraustir karlmenn fengu að auki ákveðin árslaun sem nam oftast hálfu kúgildi á ári, varla meiru, en konur fengu yfirleitt ekkert umfram nauðþurftir. Þessi þrælsbragur á vinnuþátttöku alþýðunnar fyrr á öldum merkti það öðru fremur að minnstu bræður og systur samfélagsins voru algjörlega háð duttlungum og hentisemi velgjörðamanna sinna frá einum bæ til annars. Og kannski var það líka þrælslundin sem að einhverju leyti mótaði viðhorf alþýðunnar á þessum árum sem tók að flytja og flykkjast í stríðum straumi á mölina á seinni hluta 19. aldarinnar og fram á þá 20. Menn áttu að þakka fyrir það eitt að fá vinnu og fengju þeir hana, ættu þeir ekki að vera með neitt væl ellegar vesen. Og þannig var einmitt mórallinn í byrjun kaupstaðamenningarinn á Íslandi og það vel fram yfir aldamóti 1900. Fæstir þorðu að standa gegn atvinnuveitenda sínum ef þeim fannst vera illa farið með sig, enda höfðu þessir allsherjar reddarar vinnunar auðvitað öll völd í sínum höndum og réðu menn og ráku í minni og stærri viðvik eins og þeim sýndist. Eftir stóðu daglaunamennirnir, samningslausir eins og fyrri daginn og voru komnir upp á náð og miskunn auðvaldsins til að geta framfleytt sér og sínum. Fyrir 90 árum var það því svo að samstaða verkafólks gegn ofríki atvinnuvaldsins virtist vera óhugsandi en í besta falli óralangt undan. Já, þetta auðvitað mikil og merkileg saga sem margir þekkja, þar á meðal forystumenn verkalýðshreyfingarinnar sjálfir, vitaskuld. Það má segja að hvað varðar verkalýð á Íslandi að þá það algjörlega frá landnámi og fram á miðja 19. öld sem óbreytt ástand hérna á landinu, hvað varðar verkalýð, eða vinnuhjú eins og var kallað. Það býr í vistarbandi, það lög sem kveða á það að hreppstjórar verða að taka manntal og þannig að passa upp á það að fólk sé til vinnu. Og það síðan lög í landinu sem bóndi, hann á að passa upp á það að fólk liggi ekki í leti og gæti að losta af sínum, sé ekki að framleiða ómegð. Konur fengu ekki að giftast fyrir að voru komnar úr barneign og þar fram eftir götunum. Og það var engin séns fyrir fólk að fara, drífa sig frá þessum vinnustað sem það var bara matvinnungar. Fékk húsnæði og hráefni til að búa til föt og síðan það bara unnið allan ásins hring við framleiðslu. Það náttúrulega útflutningur Íslands ullarvörur, vaðmál og tólg og þess hluti sem eru framleiddir á heimilunum og þessi framleiðsla og það útflutningur alveg hreint á þessum tíma, nánast óbreyttur. Og síðan má segja að það sem gerist fyrst í sögu verkalýðshreyfingarinnar má segja kannski sjálfstæðisyfirlýsingin í Bandaríkjunum og stjórnarskráin þar sem smitast síðan yfir til Evrópu sem þá flæðir út í byltingu sem endar svo í hæst í Parísarbyltingunni
1848 og þá reyndar leið sko iðnvæðingin að fara á stað og þá fólkið sem skapast möguleika fyrir fólkið að því það var jú vistaskylda líka í Evrópu, það var ekkert ósvipað ástand í Evrópu eins og var hvað það varðar með verkafólk eins og á Íslandi. En þá skapast hérna iðnvæðingin, hún skapar, það þörf atvinnupláss. Þá geta menn stólist undan vistabandinu og flúð í þéttbýli sem var að myndast í kringum verksmiðjurnar og á Íslandi það sjávarsíðan sem að útgerðin með gufan og það kemur í staðinn fyrir skúturnar og það að skapast atvinnutækifæri þar og þá fer fólk flýr úr sveitunum í sjávar þéttbýlin. Fram að þeim tíma var sko, það var 2% af verkafólkinu í landinu, alveg frá landnámsöld og fram á þennan tíma sem var með borgaralega óhlýðni og fór ekki eftir vistaskildina. Það einungis 2% eða 300 manns sem komust upp með það að jafnaði, að búa, geta rifið sig undan og voru það einhver alveg sérstakir beljakar sko, sem stóðust á slagsmáli við bændurnar. Sko. En síðan fara verkalýðshreyfingin að myndast eins og í Bretlandi og þessum iðnaða svæðum, þar sem þegar verkafólk fer að safna saman og eins og líka hérna í þéttbýlinu, þá fer það að taka höndum saman og berjast í því að takmarka vinnutíma, það kannski það fyrsta. Að ná honum úr því að það sem að fólk var að vinna jafnvel sólarhringur saman og það þótti bara sko bara í stundu bara gott ef var hægt var að fá að vinna bara nógu lengi sko og máli snerist það en síðan það má segja kannski fyrsti sigurinn hjá íslenski verkalýðshreyfingu það að ná samningum 12 tíma vinnudag og halda sig við það sko frá 6 til 6 eða 7 til 7 með 1 klukkustund í neysluhléi miðjan daginn. Það sem að fólk satt undir húsvegg og reifi í sig matinn. Það var engin aðstæða til að borða neitt eða neitt. Það bara þurfti að taka með sér eða þá stela einhverjum saltfiskbita sem að var að vinna við. Það var það sem eina neyslan sem það hafði yfir allan daginn. Sko. Segir Guðmundur Gunnarsson, fyrrverandi formaður Rafiðnaðarsambands Íslands. Og hann man vitaskuld tímanna tvenna þegar að kemur að samningsréttinum sem var svo að segja enginn í byrjun síðustu aldar og atvinnurekendur þeir auðvitað skákuðu í skjólið þess svo og samstöðuleysisins sem ríkti á meðal verkamanna fyrir svo sem eins og 2 mannsöldrum. Það líklega á engan hallað að segja að frumherjarnir í verkamannafélaginu Dagsbrún í Reykjavík hafi lagt grunninn að fyrstu réttindum alþýðufólks á íslensku vinnumarkaði. Vandi þeirra framan af var þó mestu sá hversu fáir verkamenn þorðu að gerast félagar í Dagsbrún, enda var það svo á öðrum og 3. áratug síðustu aldar að fengi atvinnurekandi njósnir af því að verkamaður hans væri búinn að skrá sig í þetta nýja félag, þá lét hann sama gossa í skiptu fyrir næsta aðkofumann utan úr sveitum sem vantaði vinnu þó ekki væri nema part úr degi til að byrja með. Það var því ekki að undra að margir ungir menn sem var að flytja í þéttbýlið á þessum árum töldu hag sínum betur borgið utan verkalýðsfélaga en innan þess og viðkvæðið var kannski það að sundraðir fengjum við frekar vinnu en sameinaðir. Dagsbrúnarmenn gáfust samt ekki upp þótt mótlætið væri mikið, jafnt meðal vinnuveitenda og verkamannana sjálfra. Þeir reyndu hvað þeir gátu að setja fram kröfun forgangsrétt til allrar verkamannavinnu á félagsvæði sínu, en lengi vel léðu forkólfar atvinnulífsins ekki máls á að binda hendur sínar með því að veita þessu vandræða félagi slík réttindi. Þess var engin þörf. Þeir vissu af allri halarófunu af vinnusömmum sveitamönnum sem voru þetta leyti að leggja leið sína í bæinn til að frista þar gæfunar og fæstir þeirra, ef nokkrir, voru eitthvað að velta fyrir sér réttindum á vinnumarkaði. Það eina sem skiptið á máli var annað tveggja að fá einhverja vinnu og annan stað að fá kannski greitt fyrir hana í peningum. Og það var sko ekkert slor á þessum tíma að gangu með seðla í veskinu, það var ekkert minna en sjálfstæðis yfirlýsing. Það fór því svo að frá stofnun Dagsbrúnar 1906 fjölgaði félagsmönnum hægt og stundum fækkaði þeim frá einu ári til annars þrátt fyrir mikla fjölgun bæjarbúa. Þeir voru 600 í lok stofnársins og hafði ekki fjölgað nema stórt 100 manna 20 árum síðar.
Á sama tíma fjölgaði íbúum Reykjavíkur úr 10.000 í 25.000. Hræðslan við atvinnurekandan var alltaf jafn augljós. Allt heila árið 1927 gengu aðeins 4 nýjir félagsmenn í Dagsbrún og ekki nema 15 manns á því næsta. Valda ójafnvægið á milli daglaunamannsins og drottnara hans, ef svo má segja, var því algert lengi fram eftir síðustu öld. Fyrir árið 1900 vistarbandi vitaskuld í gangi og fram yfir 1900 og það svona þrælsbragur á vinnumarkaðinum á Íslandi. Já, það má alveg til samsvegar færa og þegar maður einmitt segir þetta hugtak, þrælsbragur, þá það vegna þess að fólk hefur sáralítil eða engin réttindi. Það nákvæmlega þannig. Það eru kannski einhverjar óformlega reglur hvað eigi að greiða mönnum í kaup. Það eru svona einhverjar hefðir sem það að eigi að vera nokkurn veginn þetta og hver munurinn eigi að vera á milli launa karla og kvenna, sjáðu. Verkalýðshreyfingin stígur sem sagt þessi fyrstu skref svona upp úr aldamótunum 1900. Fyrstu svona stóru verkalýðsfélögin, þau verða til þarna á fyrstu árum aldarinnar, hér í Reykjavík og hér á Akureyri og þau fara einmitt að krefjast þess að það séu setta reglur það hvað eigi að borga í laun, hversu lengi menn megi vinna, að það sé ekki hægt að láta fólk vinna alveg endalaust, sjáðu, og að verkafólk það eigi sig að einhverju leyti líka sjálft. Það sé ekki alveg ofurselt hér atvinnurekanda. Og sko afar okkar sumali, þetta voru daglaunamenn sem fóru kannski niður að kæja upp á von og óvon. Já, þetta náttúrulega bara þannig langt fram eftir 20. öld að það að vera fastráðinn, það var nánast bara lúxus, sjáðu. Langalgengast á þessum tíma að fólk fái árstíðabundna vinnu. Það í verinu og það á vertíð og svo fer fólk út í sveit á sumrin og í kaupavinnu og þannig að fastráðning ekki eitthvað sem að verður kannski algengt fyrir en svona og eftir miðja 20. öld. Það svo? Það svo. Nú önnur afar mikilsverð réttindi sem að má vel ræða á svona þessum fyrstu áratugum eru styrktarsjóðir sem verkalýðshreyfingin koma upp og í rauninni forvera sjúkrasjóðana sem að verkalýðsfélögin eru mjög mörg með og það eru svona fyrstu drög að þeim eru á öðrum áratug 20. aldar og þetta eru auðvitað veikir sjóðir en skipta engu að síður máli. Fyrsta öryggisnetið, ef svo má segja. Já, það má vel segja að þetta sé fyrsta öryggisnetið og þetta svona drög að þessu tryggingakerfi sem að verður síðan ráðandi eins og við þekkjum það í dag. Svo mörg voru þau orð. En við gerum hér stutt hlé á þættinum, en að því loknu þá höldum við áfram að fjalla sögu samningsréttarins á Íslandi. Allt frá réttleysinu sem ríkti í tíð af okkar og ömmu og til allsnægta okkar daga. Komið sæl á nýjan leik. Við erum að rifja upp sögu verkalýðshreyfingarinnar á Íslandi og sérstaklega að fjalla samningsréttin í þessum þætti. Og þegar maður skoðar alla þessa sögu betur og meira ofan í kjölinn, þá áttar maður sig á því að þetta fyrst og fremst baráttusaga. Verkafólki sem reif sig undan vistaskildunni á 19. öldinni fjölgaði feikilega hratt alla Vesturálfuna og Ísland var þar engin undantekning þótt iðnbyltingin héldi innreið sína öllu síðar í íslensku samfélagi en víðast hvar annars staðar í Evrópu. En það var nóg að gera hér í útnáranum, í fiskvinnslu, hafnarvinnu, húsasmíði og vegagerð. Bæirnir fylltust af bjartsýnu fólki og þar var vinnan aðalatriðið, göfgunin sjálf og tók fram allri hugsun réttindi hjá langflestum. Allt til loka 19. aldarinnar hafði það verið óþekkt hér á landi að verkafólk setti fram kröfur kjör sín og takmörk á vinnutíma.
Verkalýðurinn vann þá myrkran á milli og jafnvel sólarhringum saman ef á þurfti að halda og það var raunar talin mikil heppni því lengur sem þrældómurinn stóð yfir. En þar kom auðvitað að því að réttlausu verkafólki var nóg boðið. Fyrstu verkföllin brustu á 1913 og stóðu í 3 vikur. Þar náðist loksins fram samningsréttur verkalýðsfélagana, með öðrum orðum að félagsbundi verkafólk væri ekki algjörlega háð geðþótta ákvörðunum vinnuveitanda síns. En þessi fyrsti sigur í verkalýðsbaráttunni á Íslandi fyrir 1 öld eða svo breytti ekki því að vinnan var ótrygg og hjá megin þorra verkafólks komu reglulega löng hlé atvinnuleysis, einkum á síðari hluta ársins og fram í febrúar þegar vetrarvertíð hófst. Það var því ekki óeðlilegt að menn væru tilbúnir að leggja á sig ómælda vinnu þegar þeir á annað borð höfðu hana. Vinnutími verkamanna á fyrri hluta síðustu aldar var að minnsta okkur 12 klukkustundir á sólarhring með 2 kaffihléum og 1 matatíma og það er fyrst árið 1919 sem vökulögin nást eftir harkalega baráttu verkafólks, ekki bara við fyrirtækin í landinu, heldur ekki síður alþingi landsmanna sem hafði lítið sem engin skilning á þeim þrælkuna tíma sem viðgekkst úti á vinnumarkanum. Það er þá sem það langþráða takmark hafðist í hugum svo margra örþreyttra verkamanna í landi og sjómanna á hafi úti að dagvinnutíminn væri 8 klukkustundir og allt umfram það héti yfirvinna með réttlátri aukaþóknun. Og þetta var þvílíkur sigur fyrir réttri öld. Það er ekki lengra síðan að fólki sjálft réð sínu vinnutíma og gat frjálst höfuð strokið. Við hjá Einingu Iði vorum nú nýlega að gefa út bók sögu verkafólks í Eyjafirði frá 1906 til 2004 og þar kemur náttúrulega svo greinilega fram hvernig aðstæðurnar voru hér á áður. Menn voru að koma kannski niður á bryggju eða að einhvers staðar til að reyna að fá vinnu og svo var menn pikkaðir út og fengu ekki vinnu og svona fleira sem náttúrulega hlýtur að hafa verið alveg rosalega svekkjandi og rosalegt bara tauga stressgetöðu kallað og að ef maður fengu vinnu þá var svona spurningin í hverju þau fengu það borgað. Það var ekki endilega fengið í peningum, heldur það gat verið úttekt sem var kannski þá okrað á líka. Þannig að þetta er með ólíkindum hvernig okkar forfeður sem voru með lítilega engin réttindi að hvernig þeir lifðu af og gátu raunverulega séð sínum fjölskyldum farborða. Það er eiginlega óskiljanlegt að þessi kraftur og ég segi þor og bara dugnaðurinn að láta hlutina ná eða bara lifa þetta af. Þegar ég les sögu sóknar og þegar átta mig á þessum bakgrunn, merkilega bakgrunn, vegna þess að í raun og veru flytja konur og mölina, hafa enga samninga, eru vinnukonur inn á heimilum og allt þar á milli. Það sem ég sá þarna var Saga Aðalheiðar Hólm, fyrsta formannsóknar. Hún var sterk, hún var mjög sterk og það er allar og þær höfðu kjarasamning upp á ákveðnar upphæðir en gríðarlega langa vinnudag, þurfti að sofa á Landspítalanum, það eru herbyggi til þar ennþá upp á kvisti og borguðu mat og ýmislegt en þær höfðu hins vegar þau réttindi að all læknishjálp var þeim að kostnaðarlausu. Síðan er fara menn að berjast fyrir því að fá orlof og það er í byrjun í kringum 1902-03 sem það næst í gegn að þeir sem voru búin að vinna 1 ár eða lengur fengu 3 daga án launa í orlof og það var sigur sko. En síðan fara, já eins og ég segi, verkalýðshreyfingin eru að fara að myndast þarna á Íslandi þessum tíma og þau eru að smásaman að taka sér saman þetta. Síðan kemur smá bakslag þegar að fyrri heimsstyrjöldin er. Það gerist ekki mikið eftir þessi fyrstu ár og fram yfir 1920. Að þá fara menn að berjast fyrir því að koma á þessum gólfum, tryggingagólfum í samfélagið. Þannig að það sem myndi grípa fólk í fallinu, það myndi ekki fara alveg niður á jörðina. En ég hygg að einn stærsta fórnin sem að lægst launaði fólkið á Íslandi fórnaði, það var 1955 þegar það barðist fyrir því að fá atvinnuleysistryggingu svo stofnan. Lægst launaði fólki hér á höfuðborgarsvæðinu, það fórnaði 6 vikna launum til þess að fá samþykki fyrir stofnun atvinnuleysistryggingasjóðs. Hvorki meira né minna en 6 vikna launum. Í dag
telja menn þetta sjálfsögð mannréttindu og allir njóta þessari réttinda þar á meðan sem betur fer vinnuveitendur. Ég vil nú taka það fram að VAFR var ekki aðili að þessu og það var tekið fram í lögunum að verslunar- og skrifstofufólk væri ekki aðili að þessu og það er skýring á því. Við áttum það að velja að semja lífeyrissjóð eða þetta. Það var ekkert atvinnuleysi hjá verslunum 1955 og VAFR valdi frekar að stofna lífeyrissjóðin. Síðan kom, sem ég held að hafi verið skynsamlegt þá, síðan kom að því að það fóru að gæta atvinnuleysi hjá verslunarfólki eins og öðrum. 1966 var orðið töluvert atvinnuleysi, þá báðum við að fá bara aðild að atvinnuleysistryggingasjóða eins og aðrir höfðu. Algjört nei. Og VAFR þurfti að fara í 3 daga verkfall bara til þess að fá aðild að þessum sjóði sem var til staðar. Við megum aldrei gleyma því hvað samningsrétturinn er mikilvægur. Hann er mikilvægasta atriði sem við höfum náð í kjarabaráttunni því svo byggist hitt allt ofan á, hefur komið í smáum einingum smátt og smátt. Og við þurfum að vera meðvituð það að það hefur þurft að berjast fyrir þessu. Og kjarasamningurinn, hann er grundvallaratriðið og síðan er það ráðningarsamningur sem að hver og einn gerir við sinn vinnuveitenda. Hann er líka mikilvægur og allir launamenn eiga rétt á honum. Margt í þessari réttindabaráttu okkar í dag finnst okkur vera óskaplega sjálfsagt, en það er svo langur vegur frá því að svo sé. Grunnrétturinn í vinnuréttinum, það er rétturinn til þess að gera kjarasamninga. Réttur stéttarfélaganna til að gera kjarasamninga. Það er mjög sérstakur réttur og hann var mjög erfitt að berjast fyrir honum. Það er einfaldlega vegna þess að í samningarétti er það venjulega þannig að ég semun mín eigin réttindi við þann sem er að kaupa eitthvað af mér eða selja mér eitthvað og það átti við í gamla daga vinnuna líka og þá var atvinnurekandinn og fyrirtækin í algjörri yfirburðastöðu því þau höfðu vinnuna og ég hafði vinnuaflið að selja en ekkert á bakvið mig í rauninni. Þannig að baráttan fyrir því að breyta þessum samningarétti þannig að það gæti verið félag launafólks, verkalýðsfélag sem semdi kaup og kjör fyrir sína félagsmenn alla án þess að þeir væru sérstaklega nafngreindir, þannig að samningurinn tæki jafnvel til heils sveitarfélags eins og þeir gerðu, stundum byrjuðum kannski í fyrirtækjunum, en tæki til heilu sveitarfélagana, það var alls ekkert sjálfsagt. Já, þær eru margar og merkilega sögurnar af baráttu sigrum fyrri tíðar. En þegar menn kíkja inn í framtíðina, eru menn kannski fyrst og fremst að hugsa það að halda vöku sinni. Það er ljóst að verkalýðshreyfingin stendur mörguleyti frammi fyrir áskorunum sem að lúta sjálfum grundvallarréttindum launafólks. Við erum að tala annars vegar hnattvæðinguna en við erum líka að tala breytingar sem að verða á störfunum í tengslum við tæknivæðingu, ný ráðningaform og svo framvegis. Við sjáum þetta hérna bara í okkar daglega starfi. Þetta beinist að þeim sem eru veikastir fyrir á vinnumarkaði sem annars vegar erlent launafólk sem hér að koma gjarnan frá gömlu ríkjum Austur-Evrópu þar sem að laun og önnur starfskjör einhver allt önnur og mikið lakar heldur en við þekkjum. Þar sem verkalýðshreyfing nánast ekki til og kjarasamningar ef þeir eru til fjalla eitthvað allt annað heldur en við búum við hér. Í verstu tilfellum erum við að tala einbeitta brotastarfsemi og jafnvel mansal. Hins vegar erum við að tala unga fólkið, þar sem að atvinnurekendur að ráða það upp á það sem kallað núllvaktir eða prufuvaktir eða kalla það út bara þegar við á og þeir þurfa á þeim að halda en þau búa í raun og veru ekki við neins konar ráðningaröryggi. Þetta er það sem að menn gjarnan kalla hin nýju ráðningaform, en þau eru í sjálfum sér að ráðast gegn sjálfum grundvallaratriðunum sem við höfum verið að berjast fyrir í 100 ár. Sko, þegar maður byrjar að tala verkalýðshreyfinguna og baráttuna, þá erum við að vinna við það að rífa okkur og hjálpa þeim sem minnst mega sín og rífa sig út úr vistarbandinu. En maður getur ekki annað heldur en að því maður er búin að lesa sér vel til það, þá getur maður ekki annað heldur að séð margt það sama sem að gerast hérna núna. Að neðsta lagið í samfélaginu, það kemur hvergi fram í útreikningum til stjórnmálamanna því þeir eru alltaf með meðaltöl. Og það segir, meðaltal segir nákvæmlega ekkert það með lægsta botnin. Og þó að sé tildra fáir sem liggja hérna uppi,
þá hafa þeir sem eru sko neðst það mjög slæmt og þeir eru komnir faktist í vistaband. Þeir eiga allt undir það komið hvort að einhverjum þóknast að veita þeim, gefa þeim smá atvinnu og jafnvel gefa þeim jafnvel að borða eða hjálpa þeim með húsnæði. Þetta fólk sko liggur faktist í ósjálfbjarga á götunni og það nákvæmlega sama og staðan var miðja 19. öld með ákveðin hluta þjóðarinnar. Þriðjung þjóðarinnar var í þeirri stöðu þá. Þriðjungur þjóðarinnar að var ósjálfbjarga á gólfinu sko. Og átti allt undir því að kannski einhver hendi í það fiskbita eða eitthvað svoleiðis eða þá með fengu vinnu einn dag og maður gátu fengið að taka með sér heim sko einn þorsk til að gefa fjölskyldu sinna að borða. Og maður getur ekki annað heldur en því miður að horfa upp á að það bara skapast mjög svipað ástand núna og ég sé ekki alveg hvernig með þeim þankagangi hvernig stjórnvöld eru og þessi vestræna hugsun og stjórnmálamenning þá get ég ekki alveg séð á næstunni hvar nema þá að við förum bara ennþá dýpri í þetta. Þar með öðrum þættinum í sögu verkalýðsbaráttunnar á Íslandi að ljúka. Í næsta þætti ætlum við að fjalla jafnréttismálin og horfa til þess tíma þegar konur voru eiginlega bara ekki partur af atvinnulífinu á Íslandi og svo var lengi fram eftir sögunni, allt fram undir miðja síðustu öld þegar konur voru ennþá á unglingataksta, ekki meir, alls ekkert meir. Fylgist endilega með því í næsta þætti en í millitíðinni góðar stundir.